En ég sá skemmtilegt vídeo inn á Facebook í gær og ákvæmum þá bara að forvitnast örlítið bara betur þetta sem ég sá. En það vil svo til að einn af okkar hljómsveitum á leiðinni til Grænlands að spila. Og við erum að tala Stuðlabandið og hann á línunni hjá mér, söngvari hljómsveitarinnar, Magnús Kjartan, sæll og blessaður. Komdu sæll og blessaður. Ég held að svona já, gleðilega þessara. Ég held að það sé svona það síðasta sem ég átti von á að fá fregnir af því að þið væru á leiðinni til Grænlands að spila. Já, ég það er ekki líklegast verið þetta því síðasta sem að við áttum von á líka, sko. Já. Það er farið. Ekki það að Íslendingar hafa nú svo sem verið duglegir að fara til Grænlands að spila og það allt saman en kannski við þessar aðstæður þá kannski, maður hefði kannski hreint á svona á því. Já, þið eru að fara að spila á einhverju tónlistarhátíð eða eitthvað? Þarna skal ég segja tónlistarfestival í Nuuk í Grænlandi. Það ég veit ekki að segja bara útgáfa Grænlendinga af Suðurlandi FM. Já. Stór skemmtileg útvarpsstöð sem að stendur hérna fyrir tónlistarfestivali og bókaði bara Stuðlabandið þangað. Já, en við erum ekkert að tala endilega bara grænlenska tónlistamenn sem þið eru að fara að spila með. Þið eru bara að fara að spila með stóru nöfnum. Já, það er eitt af svona þeim stærri í heiminum í dag allavega þarna. Lukas Graham, hálf danski söngvarinn þar allavega í því bandi. Þeir alltaf vera þarna með okkur, hressur og kátir, alþjóðlega stjörnur með íslenskri sveitaballahljómsveit sem hvað er 3 lög sem við höfum sett frá okkur. Það var nokkuð skemmtilegt og svo er hérna grænlenskt band líka sem man ekki nákvæmlega hvað heitir en þeir eru hansi skemmtilegi líka. Þetta verður svona bara nokkuð veginn að átt okkur á þessu heila bara. Já, hvernig kom þetta til? Það er einhver Íslendingatenging þarna við útvarpsstöðina. Þeir þekki eitthvað til á Íslandi og höfðu bara heyrt af dansiballabandinu og Stuðlabandinu og spurðu bara hvort við vildum ekki koma til Grænlands að spila. Já. Og við sögðum þetta bara jú. Við erum að prófa allt einu sinni. Það er bara allt í lagi að prófa þetta einu sinni. Já. Það er væntanlega að sé eitthvað aðeins þekkt til okkar og séð væntanlega þessi vídeo líka sem við höfum verið að senda frá okkur svona af þessum stóru dansiböllum sem við höfum verið að spila á. Jú, nákvæmlega. Það bara komst út í kosmosinn og því fór sem fór og við erum að halda þarna í Víking til Grænlands. Já, ekki leiðilegt. Og þetta er í júní, segirðu? Þetta er í júní, 21. júní nánar tiltekið og ég veit ekki hvort við tökum okkur ekki bara þarna smá sumarfrí í Grænlandi í leiðinni. Við komum bara sjóðandi heitir af gótilettunni og gera okkur klára í það sem eftir af sumrinu. Já, þannig þið ætlaðu að skoða ykkur aðeins Já, við aðeins að skoða ykkur fara kannski í bátsverð og aldrei að vita að fara á selaveiðar eða eitthvað, sko. Þannig að þú ert búin að uppljóstra því í leiðin að þið verða á kótilettinni? Já, ég held að hljóta að vera. Við erum eini artistin sem hefur alltaf verið á kótilettinni og ætlum við öllu því ekki bara áfram þá með annað kemur í ljós. Já, nákvæmlega. Einstakar sem við verðum að nú aðeins að skúpa eitthvað. Kannski sendir Einar mér bréf og segir far út af þessu þá fáið ekki að vera með. Já, nú farið allavega eitt stykki SMS. Maggi, gaman að heyra í þér og gaman að fá þessar fregnir. Svo náttúrulega mamma svo sem ekki gleyma að spyrja líka einhver lög framöndan hjá okkur. Já, við erum búnir að vera að setja sveitir að smíða bæði okkar eigið efni og eins að fara yfir svona gamalt efni sem að mætti jafnvel alveg svona, ég segi ekki endurlífgaða, en bara allavega aðeins svona að fúsa á því og koma því í einhvern fínan búning og gera það aftur. Við erum alveg galopnir fyrir því öllu saman og erum bara búinir að vera að hugleiðin við það af okkur og búa eitthvað til. Já, og það er ekki bara að fara detta út á næstu dögum. Setja eitthvað nýja breggur. Já. Það er aðeinslegt. Og já, þið náttúrulega styttist náttúrulega í að þið verðið í Hvítahúsinu líka. Þið náttúrulega eru bara að fara að spila hérna eftir rétt rúma viku. Það er rétt rúma vika í það. Þá ætlum við að koma í Hvítahúsinu. Þá ætlum við að koma heim. Já. Og hann við höfum ekki verið í Hvítahúsinu held ég bara hennilega síðan desember, nóvember, desember. Já. Þannig að
það komin tíma að rifja það þessu upp og Ingólfs Júníónin, það vá. Og þið ætlum ekki að vera einir? Við ætlum ekki að vera einir, við ætlum að vera með Greifunum. Já. Greifunir ætla að sjá svona alla Ingólfs Júníón upplifinna og jú, við ætlum að gera það. Þið sem sagt náuð ekki alveg, jú, þið náuð alveg þessu aldurstíð, en samt svona... Já, það ekki allir úr bandinu sem að náða að fara á ball í Ingólfs. Nei, en þetta var ógleymanlegu tími. Við erum nokkri sem að náðum að upplifa það og hann heldur betur gaman að rifja það. Hafið spilað með þeim áður? Hvað segirðu? Hafið spilað með þeim áður? Greifunum? Já. Nei, við höfum ekki gert það. Það komin tíma á að prófa það. Við höfum bara lengi haft gaman að Greifunum og aldrei upp til það eins og mjög margir á okkar aldrei að hlusta á Greifana og hafa gaman. Já. Og svo ég með svona smá uppástúku fyrir Einar þegar hann að hlusta, Einar í Hvítahúsinu. Hann að hlusta? Fyrir Ingólfs Júníónið, þá allt í lagi að teppalegja Hvítahúsið. Já. Já, það að prófa hvort það færi ekki vel með teppið. Viltu skýra það eitthvað út frekar eða? Já, bara eingöngu vegna þess að það var bara teppi á gólfum í Ingólfi. Já, þú meinar? Já. Já. Það væri bara allt í lagi að leggja það á gólfið og alltaf hvernig það færi með þetta. Já, ég veit hann farin að klóra sér eitthvað eins og í hausnum núna. Já. En ekki alltaf gaman að heyri þér. Ég ætla að spila fyrir hlustendur hérna Almadögg, svo bara býðum við spennt eftir nýju efni frá okkur. Já, bara takk fyrir það. Erum við bara eiga góðan föstudag? Sömuleiðis. Ok. Já, bæ. Kynntist henn á Flyðru Granda 4